þetta alltaf að frestast, hlutinir ganga rosalega hægt. Og ég var nýlega að lesa bókina Lifa með öldinni eftir Jóhannes Heitinn Nordal. Það sem að segja frá því þegar við ákvaðum bara, heyrðu, við ætlum bara að fara inn í stóriðju og byggja bara virkjun og fá álver sem sko fjárfesting fyrir litla þjóð þá eins og við myndum fara að byggja sko eiginlega 2 Kárahnjúkavirkjanir á morgun og 2 álver eða eitthvað svoleiðis í dag. Það er skalinn að því. Þá var bara svona, heyrðu, könnum kostina, áhuginn kannaður, 1961, það var bara nefnt, 63 var bara búið að gera hagkvæmnismat, 65 samningar tilbúnir, Landsvirkjun stofnuð, svo bara farið á stað árið eftir 1970 og bara allt komið á stað. Þetta er svona svipaði ferill eins og við höfum stofnað nefnd 2017 og við værum að gangsetja virkjun og álver í dag. Og þetta er kannski bara stærri pæling, þetta á ekki bara við samgöngusáttmálann. Það bara gengur allt ógeðslega hægt í dag og þess vegna held ég sé mjög mikilvægt í pólitíkina að gera sér grein fyrir því að hún kannski er stundum vandamálið, að það er sífellt verið að fresta hlutunum allt of mikið. Við erum væntanlega með sko frá því að svona fyrstu hugmyndir raun og veru einhverja svona borgarlínu svoleiðis eru í vinnslu, að þá erum við með 5 sveitarstjórnarkosningar í millitíðinni þangað til að kerfið er komið í gagni. Svona borgarlínuna, því fyrsti áfanginn var tilbúið 2031, þannig að fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar þá eru borgarlínun ekki einu sinni tilbúin. Og það var samt verið að ræða hana núna, það var verið að ræða hana síðast og þar síðast. Þetta tekur allt óratíma. Loka skilaboð sem eru bara þessi, hætt að reikna, eða kannski ekki alveg hætt að reikna, ekki reikna yfir sig, bara byrja að hugsa og fara að vinna.